Nú lítið meira úr þetta afi, sko, sestur í hægindastofan í pilsinu sinni. Þá erum við Dói mættir hérna fyrir framan einn besta bíósal landsins, það er Lúxussalurinn í Smárabíó og ástæðan er einföld Dói. Við erum að fara að horfa á nýjasta Until Dawn trailerinn, myndin væntanleg. Til í þetta? Ég er svo spenntur. Þetta er rosalega gott, við veðum í þetta, þetta er svaðalegt dæmi. Það er Dói, áður við förum inn, þá er það bara þannig að það er náttúrulega frí sko áfylling hérna í Lúxussalnum, bæði á gos og pop, maður bara ítir á okkur takka hérna og það kemur bara einhver pop-foss niður. Má ég bara fá mér aftur pop? Alvöru pop-lækur hérna sko. Þannig ef ég klára popin má ég fá mér meira? Já, já, og aftur og aftur og aftur. Það er engin takmörk nema magina þar kannski. Ok. Já, hvað, já. Hvernig virkar það? Kem aftur. Með þetta skegg líka sko. Hvað er það skeggi? Það er ekki það í. Nei, einhvern veginn. Það er bara megin kennitölu. Já, það byrjar sterkt. Aftur? Hörðu, það sé nú leiknum sko. Já, martröð. Did we? No. Then we have to try again. Up the old road, there's a place abandoned for years, stuck in time. Stormarinn maður. Somewhat unusual. Það er sögum það er leiknum líka sko. When night falls, Og einhvern sem er allir móndið þar líka. we take shape in the dark. Oh, fuck. Oh. Jesus Kristur. Death Þau tímir hann tilbaka. starts the night over, where new horrors await. Oh my god. Það er njálg í andlitinu. Hvað er að gera þannig? Þetta er eitthvað njálg. Nei, 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 nei. It's gone. Einmitt. Oh, fuck. Your lives here are limited. Die enough times in this place, your time will run out. Oh my god. The only escape, survive Það until er að deyja dawn. aftur og aftur. Hörðu, einmitt. But I'm sure those are just stories. Totally. Einmitt. Ok, Það er rosalega. ég var að búast við einhverju unglingadrama eins og leiknum. Já, nei. Þetta er bara, er alvöru bara full-blown rugg. þetta er bara End of Tomorrow hryllir. Já, þetta er helviti gott. Sko, það sem maður sér bara náttúrulega fyrst í þessu, þetta er náttúrulega ekki alveg byggt á leiknum. Nei, Þú veist, leikurinn var náttúrulega bara í einhverjum skíðaskála og unglingadrama og high school. Maður sér svona, það er svona einhverjir af vondu köllunum eru úr leiknum, Allan hérna. sem er hérna grímuna. Já. En svo er tenging, það er Peter Stormare þarna sem leikur, mér sýndist hann bara að vera að vinna bensínstöð þarna. Þetta myndi mér svolítið á No Country for Old Men. Já, en hann er náttúrulega eiginlega sögumæður í leiknum og er greinilega, hann er sögumæður í trailernum allavega. En hann er örugglega eitthvað svona að koma fólki í gírinn. Hann leikur allavega sömu persónu, Dr. Hill, í myndinni og leiknum. Þannig að það er allavega góð tenging. En sko, ég var að segja, mér finnst alveg sniðugt hjá Sony að vera ekki að endurvarpa leiknum sem að mjög margir eru búin að spila, einn af mínum uppáhaldsleikjum. Heldur eru með eigin sögu þrá nýja karakter og svo framvegis. Það er alltaf erfitt að leysa þessa formúlu með tölvuleika kvikmyndir. Þú getur ekki gert bíómynd sem eins og tölvuleikur. Já, þú veist, eins og með Last of Us þættina til dæmis. Já, en jafnvel þeir eru ekki alveg 100% eins og leik. Nei. En það þú veist, eru bara að taka grunnkonseptið, þetta butterfly effekt sem er í leiknum. Allt sem hún gerir hefur áhrif. En mér finnst þetta skemmtilegu tvist, þú veist. Já, það verður spennandi að sjá hvernig þau vinna með þetta, því að þarna kemur að þau bara, sko, lendi í einhverju drepin, svo rangaðu við sér aftur. Tíminn einhvern veginn tilbaka. Og þú eru að vera af því. Og já, og þau þurfa einhvern veginn að bara lifa, held ég, eða svona komast í gegnum Until Dawn. Og ef þau meika það, þá sleppa þau. Já. Þetta er bara eins og alveg martröð. Já, ég held að sko, leikstjórinn hérna, hann hefur gert allavega, held ég, Annabelle The Creation myndina, það er rosalega myndir. Bara hrollið heyri orðið, sko. Það er náttúrulega svakalegt, hann kann að keyra þetta í gang. En ég verð að segja, þú veist, ég meina, þú spilaði Until Dawn, leikinn. Með þér. Já, það var óheppilegt. Og þetta er, þú veist, það er bara, eins og sé, einn af mínum uppáhaldsleikjum er Until Dawn. Mjög mikið jumpscares,
þú veist, skemmtilegi karakterar Já, og bara... unglingadrama. Já, unglingadrama, já, ég var kannski ekki beint að kaupa það. Jú, örglega, ég meina þegar ég spilaði frumgerðina leiknum, sko. Þú vorst að spila endurútgáfuna. Hann var náttúrulega, kom fyrst út árið bara 1, svo að gera endurgerð núna bara í fyrra. Ok. Já. Þannig að það er mikill áhugi fyrir þessu leik og Supermassive sem gera leikina eru mjög góðir. Geru þennan leik og eru búin að gera Dark Pictures leikina líka Já, sem við höfum spilað. Þannig að þeir kunna þennan hrylling og ég bara bind mikla voni við að Sony sé að gera þetta rétt. Mér Sony hafa verið að gera góða hluti í kvikmyndum. Með Uncharted og þeir eru með, og í sjónvarpsþáttum eins og Last of Us, að þú veist, þeir eru að gera fína hluti. Þannig ég ætla að treysta þeim fyrir þessu verkefni. Já, ég er bara sammálaður. Mér líst mjög vel á þessa mynd eins og hún er núna. Já, trailerinn er flottur og ég held að Hann gefur ekki allt of mikið. Nei, hann gefur ekki alltaf mikið, en hann skýrir vel út konseptið. Af því að þetta svolítið áhætt að taka svona konsept og setja inn í svona mynd. Reyndar eru hryllingsmyndir með allskyns konsept, svo sem. En mér finnst það alveg nýtt, mér finnst það skemmtileg nálgun. Ég líka bara elska trailera sem ekki að selja mér alla myndina í trailernum. Þú veist, ég veit ekki allt stóralænið bara með að horfa traileri. Já, reyndar. Takk, pabbi. Já, ég veit það. Ég er alveg sammála því. Þannig að hann skilur mann eftir spenntan og til í þetta. Ég er að pæla að fara að spila leikinn aftur, bara strax í kvöld. Já, hvernig var það? Ég er bara mjög spenntur fyrir honum, þannig að þetta vekur það upp líka. Þannig að ég held að myndin kom í apríl, þannig að ég held að við getum bara látið okkur laka til og það var ein hugmynd að vera með Dói öskrar sýningu á myndinni. Þú situr bara í miðjum svona lúxussalnum og svo bara kaupir fólk sig inn bara til að horfa á þig. Ertu að selja með það að ég sit í kvikmyndasal og það er fólk alls staðar Nei, ég er kringum búinn mig að selja horfa á öðrum mig? það, þú er bara að mæta. Ég gleymdi að selja þér það. Já, takk. En það er nokkuð mál. Það er glæsilegt. Við þökkum bara kærlega fyrir okkur, beint hérna úr lúxussalnum í Smárabíó, besta bíasal landsins, skal fyrir því Dói. Við mætum hérna í apríl og horfum á myndina, ekki? Keimið það. Já,